Jæja, þá skulum við byrja á þessu. Ég heiti sem sagt Valur og ætla að vera með stutt örnámskeið virkni í kerfinu sem heitir kröfuvöktun. Ég opna bara Navision og til að komast inn í þessa virkni þá það hérna undir deildir, innheimtukerfið og hérna kröfuvöktun, það annars hérna í listanum og síðan hérna á myndinni. Eða þið getum bara slegið kröfuvöktun í leitina. Áður en að byrja á nokkru þá þarf að fara í smá uppsetningu. Ef ég byrja á að sýna ykkur þetta hér þá þarf að byrja á að setja upp innheimtuferla. Þið geta annað hvort það beint hérna í innheimtuferil eða þá kertið í gegnum stofngögnin. Innheimtuferillinn, svo ég sýni ykkur hérna það sem er búið að setja upp. Það sem þetta þarna getið þið sett upp mismunandi ferli fyrir mismunandi tegundir krafna og línurnar hérna tákna sem sagt ákveðna aðgerðir og í hvað röð þær eru gerðar. Þannig að þegar krafan er komin á eindaga að þá fer hún á aðgerðalista og það gerist ekki neitt. 10 dögum seinna þá verður sent bréf og bætist við 1000 króna gjald. Og viðmiðið hérna það er hægt að hafa mörg mismunandi viðmið, hvort það er eindagi, gjalddagi eða síðasta aðgerð. Og síðan 20 dögum seinna þá er annað bréf og ennþá meiri kostnaður. Til að byrja með þá mæli ég bara með því að setja upp eitthvað svona einfalt eins og þetta hér. Og ef þið viljið fara í flóknari uppsetningar þá myndi ég mæla með því að hafa bara samband við okkur og myndum gera það í sameiningu. En ekkert að því að prófa sig áfram, eitthvað síður. Þannig að það er þá hægt að setja upp innheimtuferil og löginnheimtuferil. Það þarf að skilgreina viðskiptareikning fasteignagjalda. Það er vegna þess að það er hægt að vinna út frá fasteignabréfum út frá því og inn í þetta kerfi. Þannig að en annars er hægt að hafa þetta tómt, en ég mæli bara með þessi inn. Fjöldi daga frá gjalddaga inn í þessu kerfi vil ég kannski ekki endilega fá hlutina leið og þeir eru komnir yfir eindaga eða þannig að hérna getið þið skilgreint hvaða þarf að vera komið langt fram yfir gjalddagan til þess að fara að poppa upp í kerfinu hjá okkur. Dráttarvextir, hérna getið þið sett inn sem sagt prósentutölu og þetta er svona meira, þetta er bara til svona áætla dráttarvexti. Þetta er ekki endilega útreikningu sem þið ættu að treysta á, en þetta er svona bara til þess að gefa ykkur ákveðna mynd af hver staðan er. Síðan er hérna hægt að afmarka á viðskiptamann, á tiltekinn viðskiptamann, viðskiptareikning, fylgiskjal tegund. Almennt myndið að hafa þetta opið, það væri ekki nema að ætlið að undanskilja til dæmis ákveðin viðskiptareikning. Þið myndið fara að setja eitthvað inn hér. Hérna síðasta færsla viðskiptamanns. Þetta hérna er sem sagt kerfið heldur utanum það hversu langt það er búið að keyra. Þannig að þegar það keyrir, þá keyrir það af allar opnar færslur og það merkir sem sagt punktinn sem það stoppar. Það er engin hætta á að tvígera hlutina í kerfinu.
þetta er fyrst og fremst til þess að þið séð ekki alltaf þegar þið eru að keyra þetta inn, að þið séu að keyra frá upphafi til dagsins í dag. Þannig með því að gera þetta þá getið þessi tala þarna táknar hvenær kerfið stoppaði síðast. Þið megið ef þið haldið að það hafi orðið til dæmis að hafi einhver viðskiptamannafærsla verið merkt sem greidd en var afjöfnuð og af einhverjum ástæðum ekki lengur greidd, að þá getið þið lækkað þessa tölu eða sett hana þess vegna á 0 og keyrt allt aftur. Það myndi þá taka aðeins lengri tíma en þannig getið þið tryggt að þið myndi fá allt inn, en almennt þurfum við ekki að gera það. Svona heilt yfir á þetta bara að vera í lagi að hafa þetta svona, því ef þið viljið lækka hana þá er sá möguleiki fyrir hendi hér. Innheimtu aðgerðirnar hérna, þetta er bara uppsett í kerfinu og er ekkert sem við eigum við, og síðan var hérna innheimtu ferillinn. Ok, við byrjum þá að kíkja hérna á innheimtu kröfur spjaldið og farið hérna í aðgerðaflipan og það sem þið smellið þá hérna er athuga nýjar kröfur frá viðskiptahreyfingum. Vegna þess að ég er nýbúinn að gera það og kemur ekki neitt. En þá koma kröfurnar hérna í listanum og það sem þið eftir að fá mjög mikið af eru þessar hér. Ja, mjög mikið ekki, það veltur á því hvernig standi innheimtu kerfið hjá ykkur er, en það sem þetta kerfi getur gert og gerir mjög vel er að finna allar viðskiptamannastöður sem eru ekki með kröfu tengdar við. Það er þá eitthvað sem þið viljið mögulega gera eitthvað í, væntanlega senda kröfu eða mögulega þá fella það niður eða hvernig sem það er. Það sem kerfið gerir síðan er að það setur líka tak í hérna þennan dálk hérna ójafnaðar færslur. Þannig að ég skróla hérna aðeins niður og þá sé ég til dæmis hér og þá er sem sagt eitthvað hérna sem er hægt að jafna, þetta er á sama viðskiptamann, þannig að þá fer ég bara hérna í jafna viðskiptamannafærslur, setja kenni jöfnunar og bóka jöfnun. Losna þá við þá línu út úr þessum lista. Þannig þetta er góð byrjun. Ég er að fá út allt það sem að innheimtu, það sem eru ekki til kröfur á stöður, fara við það allt saman. Næstu skref hérna eru þá að það er hægt að athuga nýjar kröfur samkvæmt innheimtubréfum. Þetta er þá fyrir fasteignagjöldin. Ef það er einhver bréf í gegnum það og eins er hérna hnappur athuga greiðslu krafna. Það athugar þá hvort það sé einhverjar eldri kröfur sem eru núna greiddar og þá hendir því út úr listanum líka. Og það sem þessi kysla gerir er að það setur eitthvað gildi í þennan dálk hérna lokuð með. Og það er rann eitthvað sem þið getur gert líka að leiða þessu bara klárast. Og það eru sem sagt nokkrir hlutir hérna inni. Já, allt í lagi. Það er hægt að setja hérna með niðurfellingu, uppsókn, kröfu og greiðslu.
Uh, Það sem þið getið gert hérna líka er að fara í þetta atriði hér, nýtt atriði á aðgerðarlista. Segjum sér svo að þessi hérna er búinn að hafa samband og hann segir að hann ætla að borga á næsta mánudag. Þá getum við stofnað hérna nýtt. Segjum bara næsta þriðjudag fyrir þessa kröfu 3084. Það ætla bara að vera í almennu. Hérna væri þá hægt að bæta inn nýrri aðgerð en við getum, og eins er hægt að setja hérna ákveðin notenda ef það er einhver annar sem á að sinna þessari aðgerð, en segjum bara hérna ætlar að borga 18.02.19 í lagi. Og við sjáum þetta hérna aðeins seinna, hvað nákvæmlega þetta gerir. Hinn hnapparnir hérna, ef þið eru til dæmis að fara að senda í löginnheimtu, þá gætið þið viljað sameina margar kröfur í eina kröfu. Og ef ég sýni ykkur hérna smá dæmi, og þá sjáum við hérna að þessar kröfur hérna eru allar mest að sameinaðar. Og þessi hérna er komin í löginnheimtu, þá getum við sameina margar í eina kröfu, hnappurinn hér, en síðan ef þið farið á spjaldið á sameinuðu kröfun, þá er hægt að smella hérna á sameinaða kröfur og sjá þá kröfurnar sem eru á bak við þetta. Reikna samtals, sá hnappur bara reiknar það sem við erum afmarkað á, reiknar samtölu fyrir það hérna niðri. Og þessi dráttarvextir eru svona áætlaðir heldur en eitthvað sem þið getið farið að rukka eftir. Síðan spjaldhnappurinn hérna, það er bara til þess að sjá spjaldið fyrir kurvuna. Hérna eru svona upplýsingar hana og áfallin kostnaði ef einhver er. Hægt að setja athugasemdir, hérna færslur, þá getið þið séð ef það er komin einhver áfallin kostnaður eða eitthvað, eða búið að bæta ykkur við, þá getið þið séð það með að fara hérna í færslur. Ég ætla að stökkva aðeins yfir aðgerðarlista, viðskiptamannaspjaldið, bara opna viðskiptamannaspjald, viðskiptamannafærslur, opna viðskiptamannafærslunar á bak við hverja kröfu. Skoða innheimtukröfu til að sjá sem sagt kröfuna á bakvið þetta og eins hægt að skoða reikning, og ef krafan er stofnuð út frá innheimtubréfi þá er hægt að sjá það hérna líka. Þannig að það er svona, ég myndi segja svona fyrsta virknin sem þið kannski viljið skoða í þessu kerfi er að sjá sem sagt er svona meira fyrir tiltekt. Það er að sjá hvað eru til kröfur og hvað er ekki. Og eins til að sjá hvort það sé eitthvað ójafnað sem er hægt að jafna. Það næsta sem ég langar að sýna ykkur, það er aðgerðarlistin, sem er meira svona það sem kannski aðalvinnan fer fram eftir þessa upprunalegu tiltekt sem þarf kannski að fara í. Við raða þessu hérna dagsetningarröð, þá kemur hérna strax afmarkað á sem sagt til dagsins í dag og afmarkað á nótandan mig.
Þá ætla ég að sýna ykkur hérna ef ég ætla að setjum bara hérna 20. í staðinn. Og þá sjáum við hérna þetta sem ég bjó til áðan. Að ég bjó til þetta hérna atriði að hann ætlaði að borga 18. Þannig að þegar ég kíkja á kerfið 19. febrúar og fer hérna inn í aðgerðarlistan að þá kemur þetta efst að þessi ætlaði að borga og þá get ég aðtöða það og get ég farið hérna í aðtöða með greiðslu krafna. Það keyrir og það annarkvort er hægt að loka þessu eða þá að fara með þetta þá áfram með því að fara hérna í nýtt atriði, smetla á nýtt og þá myndið stimpla hérna inn, þú veist, ok, við ætlum að, þú veist, segjum bara löginnheimta og hérna getum við þá sagt bara senda í löginnheimtu ef ekki greitt. Og þá bætist þetta hérna í listan. Þannig að í þessum lista hérna hafið þá svona, þá er þetta í raun svona aðgerðalisti. Þannig að þegar það er búið að fara í gegnum allan ferilinn hér, að þá er hægt að einbeita sér hérna aðgerðalistanum. Þar sem að þið getið athugað með nýja kröfur og athugað hvað sé búið að greiða, en eins þá að fylgja eftir í innheimtuferlinu þeim sem eru búin að semja eitthvað, þannig að fólk sé að standa við sitt og eins að það séu send innheimtubréf, það fylgir því ákveðin kostnaður og að það séu þá send innheimtubréf í kjölfari á því að í kjölfari á því sé að það setti í löginnheimtu. Sum sveitarfélög eru að nota bankana eða Modus eða Momentum til að sinna þessu. Þannig að þurfum við ekki að vera mikið að vinna hérna í aðgerðarlistanum, en enga síður þá getið þið samt nota þetta til að fylgjast með. Þið getið verið að athuga með greiðslur og eins ef það er eitthvað svona sem fellur fyrir utan hjá Modus, að þá getið þið nota þetta til að fylgjast með. Þannig að þetta er í raun bara það sem ég langaði að sýna ykkur. Þetta er mjög gagnlegt til að halda aðeins betur utanum innheimtukerfið, að ganga úr skuggum að sé allt í innheimtukerfinu og síðan þær kröfur sem eru komnar eitthvað fram yfir gjalddaga og fram yfir eindaga, að það sé eitthvað eftirlit og eitthvað eftirfylgni í gangi með þær kröfur. Þannig að það dægi ekki bara upp í einhverju og hverfi í einhverja hít. Þannig að meira er það ekki að sinni. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið einhverja aðstoð með þetta, þá bara mæli ég með að senda post á Sveit@Wise. Annars ætla ég bara að þakka fyrir í dag og